Það eru fjölmargir hlutir sem við tölum sem góða siði í forritun og slæma ef út í það er farið. Til dæmis þykir það góður siður að setja útskýringu við allar myndir sem að maður setur inn á síðuna sína. Það gerir maður með því að bæta ákveðnum eiginleika innan IMG-merkisins sem kallar á mynd. Þessi eiginleiki er allt, jafnt og gæsalappir og innan gæsalappana skráum við lýsingu á myndinni. Þetta hefur ekki áhrif á það hvernig myndin birtist, en ef sá sem að skoðar síðuna er með vafrann sinn stilltan á að sýna ekki myndir, þá kemur þessi lýsing í staðinn. Annar góður siður er að setja fram efst í skjalinu sem við erum að vinna í hvers konar skjal þetta er sem verið er að skoða. Í þessu tilviki þá er að ræða HTML-skjal og við setjum þetta fram svona. Við byrjum á oddklofa og upphrópunarmerki, svo skrifum við orðið doctype í hástöfum og svo HTML í lágstöfum áður en oddklofinn lokast aftur. Það er góður siður að passa alltaf upp á það að loka merkjum á viðeigandi hátt. Það er hægt að komast upp með það að loka ekki merkjum í HTML í einhverjum tilvikum án þess að það sjáist að hluturinn sé ekki að virka. Til dæmis er möguleiki á að setja upp lista með LI-merkjum sem er ekki lokað. Það gerist samt fljótlega að það komi upp einhver vandamál, þannig að þið passið upp á það að loka alltaf öllum merkjum. Það er einn vondur siður sem að sumir iðka og við höfum talað áður í þessu efni og ég hef sýnt ykkur hann í einum af þáttunum hérna og það er að nota style eiginleikan inn í merkjum í HTML. Notið frekar sérskrá fyrir CSS-kóða og allt sem tengist útliti. Það er góður siður að nota listamerkin UL til að halda utan tengla á síðunni ef að tenglarnir eiga að raðast upp hver á fætur öðrum niður á við. Það er til dæmis betra heldur en að nota BR sem break á milli, því að það getur komið sér vel að hafa þetta skilgreint sem lista þegar að maður fer að eiga við stílinn síðar. Talandi stíl og útlit, þá verð ég að mæla með því að þið gefið ykkur tíma til þess að læra á Photoshop eða sambærilegan hugbúnað, því að vefhönnun og myndvinnsla er eitthvað sem að kallar bókstaflega á hvort annað. Og svo að lokum, því meira sem að þið lærið af HTML-merkjum og hver virkni þeirra er, jafnvel öll þeirra, því betra. HTML-merkin hafa yfirleitt lýsandi nafn á ensku og þau eru ekkert svo mörg, þannig að þetta ætti ekki að vera óvinnandi vegur.